Góðir áheyrendur. Erindi mitt nefnist vitsmunaleg auðmýkt og heiðarlegt skólastarf. Í því fjalla ég annars vegar hvað felst í vitsmunalegri auðmýkt og hins vegar hvers vegna greining á hugtakinu skiptir máli fyrir þau okkar sem hugsa námskrárgerð fyrir skóla. Framundir lok síðustu aldar var auðmýkt lítið til umfjöllunar meðal sálfræðinga og fræðimanna sem fjölluðu nám og kennslu. Þá sjaldan henni voru gerð skil var henni oftast lýst sem vanmati á eigin verðleikum eða lágu sjálfsmati. Á síðustu áratugum hefur umræðan breyst. Einkum eftir að sálfræðingurinn June Price Tangney birti grein vitsmunalega auðmýkt árið 2000 og rökstuddi að hún samrýmdist vel réttu mati á eigin mannkostum og hæfileikum. Síðan þá hefur hópur fræðimanna fylgt í fótspor hennar og æ fleiri lýsa nú auðmýktinni sem gullnum meðalvegi milli hroka og undirgefni. Rannsóknir Tangney og fleiri benda til að auðmýkt sé vitsmunaleg dygð í fyllsta skilningi, það er að segja eiginleiki sem hjálpar mönnum að afla þekkingar og forðast blekkingar. Ég fjalla hér auðmýkt sem vitsmunalega dygð, en það útilokar ekki að hún sé líka siðferðileg dygð. Fleiri dygðir eins og til dæmis hugrekki í senn vitsmunalegur og siðferðilegar, stuðla bæði að réttum skoðunum og að réttri breytni. Tangney og fræðimenn sem undir áhrifum frá henni leggja áherslu á að vitsmunaleg auðmýkt felist einkum í því að vera laus við ranghugmyndir sem mikla eigin vitsmuni og gera lítið úr þekkingu, áreiðanleika og vitsmunalegri getu annars fólks. Sjálfur held ég að auðmýkt innifeli fleira en rétt mat á vitsmunum sínum eigin og annara. Ég held að hún feli líka í sér ást á sannleikanum. Ég orða þetta svo að auðmýkt sé tvíþætt dygð. Þar sem annar þátturinn réttar skoðanir og hinn réttar langanir eða rétt forgangssögð langana. Til að skýra þetta tvíeðli auðmýktarinnar ætla ég að segja stutta sögu. Og nú byrjar sagan. Laugardagskvöld safnast hópur unglinga saman á leiksvæði við skólann sinn. Þeir hafa hljómtæki stillt hátt, dansa og skemmta sér. Dísa býr í næsta húsi. Hún pirruð á hávaðanum og hringir í lögregluna. Þegar lögregluþjónar koma á vettvang eru krakkarnir farnir en Dísa kemur út og segir að lætin hafi verið skelfileg. Eftir að hafa rætt stundarkorn við lagana verði, fullyrðir hún að krakkarnir hafi líka eyðilagt garðhlíðið hjá sér og brotið framljósið á bílnum sínum. Þegar hún spurð hvort hún hafi séð þetta með eigin augum, svarar hún, haldið ég sé blind. Daginn eftir tekur Dísa eftir því að máling af garðhliðinu hefur nuddast við bílinn. Hana grunar að móðir sín hafi keyrt á þegar hún kom heim dauða drukkin. Gamla konan lognaðist út af í sófanum og þar liggur hún enn og næsta víst að þegar hún vaknar muni hún ekkert frá deginum áður. Á mánudeginum hefur lögreglan samband við Dísu og biður hann að gefa skýrslu skemmdarverkin. Hún of stolt til að viðurkenna að sér hafi skjáttlast, svo hún ítrekar fyrri framburð að unglingarnir hafi eyðilagt hliðið og ljósið á bílnum. Lögreglan hefur samband við Finn skólastjóra vegna þessa. Finnur brosir breitt og segir, það eru augljóst hverjir hér hafa verið að verki. Ég þekki mitt heimafólk og ég skal taka í lurgin á þessu vitleysingum. Það mál til komið að þeim séu sett einhver mörk. Það spyrst út í skólanum hverju Dísa hélt fram og 2 nemendur, þau Jonni og Anna, koma að máli við Finn skólastjóra og segja að þetta get ekki verið rétt. Þau hafi verið þarna allan tíman og séð að enginn af skólafélögum þeirra kom nálægt garðhliðinu. Finnur rifjar upp í huganum að Anna með hátt í 10 greiningar og Jonni fáránlega einskeifur og óttalegu slóði. Hann telur því fullvíst að ekkert mark sé á þeim takandi og segir þeim að koma sér burt og hætta þessu bulli. Og hér lýkur sögunni. Sögunni Dísu og Finn skortir auðmýkt. Finnur ofmetur eigið hugboð en vanmetur vitnisburð Jonna og Önnu. Dísa kýs fremur að halda ósannindum til streitu en að brjóta odd af aflæti sínu. Umfjöllun Tangney og eftirmanna hennar lýsir vel ágöllum Finns. Hann miklar fyrir sér eigin getu til að átta sig á hvað hefur gerst en gerir lítið úr því sem Anna og Jonni hafa allir málan að leggja. Í stuttu máli eru brestir Finns einkum fólgnir í skoðunum hans og viðhorfum, því hvað hann hefur fyrir satt sjálfan sig og annað fólk. Stærilæti Dísu af allt öðru tagi. Hún gerir sér fullkomlega ljóst að hún lýgur
og hún virðist ekki haldið neinni blekkingu, hvorki eigin vitsmuni né vitsmuni annars fólks. Samt hún hrokafull og hana skortir auðmýkt, en þessi skortur felst ekki í röngum skoðunum, heldur í rangri forgangsröð. Dísa kýs fremur að fólk haldi áfram að trúa ósannindum, heldur en að mistök sín séu leiðrétt. Ef greining mín rétt, þarf fólk að læra að minnsta kosti tvennt til þess að öðlast vitsmunalega auðmýkt. Annað rétt mat á vitsmunum og veruleikum bæði sínum eigin og annara. Það það sem finnur á ólært. Hitt rétt forgangsröð langanna, það sem Dísa á ólært. Ég býst við að svipagildi hugrekki eins og auðmýkt. Það fel í senn í sér rétt mat og rétta forgangsröð. Fólk sem hefur vitsmunalega auðmýkt til að bera tekur sannleikan fram yfir eigin verksemd og vitsmunalegt hugrekki felur í sér að taka sannleikan fram yfir eigið öryggi. Báðar þessar dygðir innifela því í vissum skilningi ást á sannleikanum. Að sannleikurinn sé tekinn fram yfir eigin hag. Ef til vill kjarni þeirra beggja einhvers konar ást á gildum sem eru meira virði en persónulegir hagsmunir. Þessi hlið á auðmýktinni, sú hliðarinnar sem varðar réttar langanir eða rétt á forgangsröð langana, hefur áhugaverð tengsl við námsmarkmið. Þessi tengsl kom í ljós þegar við hugsum hvort hægt sé að skilgreina hana sem hæfniviðmið í námskrá skóla. Og nú hefst seinni hluti erindisins, þar sem ég reyna að útskýra hvers vegna greining á því hvað dygðin innifelur skiptir máli í námskrárfræðum. Ríkjandi hugsun námskrár gerir ráð fyrir að þær snúist hæfniviðmið og leiðir til að ná þeim fram, til að ná þeim. Og hæfniviðmið eru hugsuð sem eiginleikar sem nemendur öðlast með námi. Þegar við hugsum nám sem sóknar hæfniviðmiðum, þá hugsum við breytingar sem verða á nemendunum sjálfum. Þau eru nemendamiðuð markmið, lýsa því hvernig nemendur eiga að verða. Ef skólastarfi skilgreind út frá hæfniviðmiðum og skólinn heiðarlegur, þá segir hann nemendum að vinna þeirra sér til þess og til þess eins að þeir öðlist sjálfur tiltekna eiginleika. Ástin á sannleikanum, forgangsröðin sem innifalin í vitsmunalegri auðmýkt, beinist samt að heiminum. Sannleika sem oftast varðar eitthvað annað en nemendurna sjálfa. Hugsum okkur til dæmis að nemendur í náttúrufræði fái það verkefni að telja tegundir fugla og blómplantna á svæði sem þeir kanna með kennara sínum. Hugsum okkur líka að þeir komi tilbaka með gögn sín og skrifi vandaða skýrslu og það sé fulljóst að þeir hafi öðlast á hæfni til náttúruskoðunar og úrvinnslu gagna sem að var stefnt. Hugsum okkur ennfremur að þegar þeir skila verkinu, þá renni upp fyrir þeim að þeir þekki ekki sundur hettum á kríu og það sé óvíst hvort fuglar sem þeir töldu af einni tegund séu af einni eða tveimur tegundum. Hvað ætti kennarinn að segja við þessu? Ætti hann að segja að hópurinn hafi öðlast á hæfni sem að var stefnt og verkinu sé lokið? Eða ætti hann ef til vill fremur að segja að hópurinn verða að fara aftur út í móa nú þegar hann þekki tegundunir í sundur og getur gáð hvort þær síðu þarna báðar eða aðeins önnur þeirra. Frá sjónarhóli skólafólks sem álítur menntun vera sóknað hæfni fremur en þjónustu við sannleikan, hlýtur fyrri kosturinn að teljast sá eini rétti og sá seinni tímasóan. Hverju skiptir hvað stendur í skýrslunni ef nemendur hafa öðlast á hæfni sem að var stefnt og meira segja lært eftir á að þekkja sundur hettum á og kríu. Gangist nemendur innan þennan þankagang og heimti þeir góða einkunn fyrir vinnu sína þótt þeir leiðrétta ekki talninguna, þá virðist samt sem þeir hafi svipaðan brest og þann sem spillir skaphöfn Dísu. Þeir virða eigin vegsemd meira en sannleikan. Að svo miklu leyti sem vitsmunaleg auðmýkt felur í sér rétta forgangsröð eitthvað þverstæðukennt við að hugsa hana sem nemendamiðaða hæfni. Til að skýra þetta nánar hjálplegt að gera greinarmun á fyrsta stigs og annars stigs löngunum. Annars stigs löngun löngun til að breyta forgangsröð eða styrk sinna eigin langana. Slíkar annars stigs langanir þar sem fólk langar til að langa eitthvað annað en það langar í raun. Þær geta hjálpa fólki að bæta ráð sitt. Við getum hugsað okkur sem dæmi að maður sem vegna bræði sinnar og pirrings langar að lemja eitthvað getur samtímis haft löngun til að vera ekki svona fjári geðvandur.
og mann sem hefur mikla löngun í óhollan mat getur samtímis langað til að hafa meiri list á einhverju sem er gott fyrir helsuna. Fólk getur sem sagt langað til að breyta eigin löngunum. Þetta gæti til dæmis átt við Dísu. Ekkert í sögunni útilokar að Dísa fyrirverði sig fyrir hégómagirnina og hana langi til að verða betri manneskja. Það virðist hins vegar útilokað að hún hafi aðeins annars stigs löngun til að bæta ráð sitt og hætta að kjósa fremur að fólk trúi ósannindum en að mistök sín séu leiðrétt. Það er að taka pí á glærinn fram yfir kú. Að hún hafi eingöngu þessa annars stigs löngun á neinnar fyrsta stigs löngun til að segja satt. Það er útilokað. Annars stigs löngun til að losna við græðgi og óhollan mat, geðvonsku eða hégómagirnd virðist óhugsandi á þess að viðkomandi búi líka yfir að minnsta kosti einhverjum vísi af fyrsta stigs löngun í heilbrigt líf, góð samskipti við annað fólk eða meiri þekking og minni blekkingar. Löngun til að öðlast vitsmunalega auðmýkt er í tilviki Dísu annars stigs löngun til að breyta eigin forgangsröð. Ef hún sækist eftir þessu, án þess að hafa neina fyrsta stigs löngun til að segja satt, þá virðist á ferðinni sjálfhverf viðleitni til að fæja eigin geislabaug, fremur en viðleitni til að öðlast raunverulega dyggð. Til að átta okkur á þessu er ef til vill heppilegt að sjá auðmýkt sem hliðstæðu við hugrekki. Viðleitni sem er til marks hugrekki hefur iðulega annað markmið en að sýna hugrekki. Þau sem eru að sönnu hugrök reyna að bjarga einhverju eða hindra einhver rangindi. Viðleitnin beinist að einhverjum gæðum en ekki að því að sýna hugrekki. Að reyna að vera hugrök án þess að láta sér annt eitthvað sem er meira virð en eigið öryggi, það er í besta falli fífldirfska, oftar þó einfaldlega sýndarmennska. Á sama hátt er engin leið að sýna ást á sannleikanum með því að reyna að vera auðmjúk. Við erum þvert á móti auðmjúk með því að láta okkur annt sannleikan og láta okkur meira annt hann heldur hvernig við sjálfur veginn og metum. Það er ekkit rangt við að skólar og kennarar segi nemendum sínum að þeim sé gott að tileinka sér auðmýkt. Það er heldur ekkit rangt við að láta þá vita að til þess þurfi þeir ef til vill að breyta löngunum sínum og forgangsröð, verða minna sjálfhverfir og láta sér meira annt sannleikan. Það er hins vegar afar ósennilegt að þessi boðskapur hafi mikil áhrif nema kennararnir láti sér annt sannleikan í verki. Það getur þýtt að þeir sendi bekkin aftur út í móa. Það getur þýtt að þeir sendi bekkin sinn aftur út í móa til að telja fugla og segi þeim þar með að skólastarfi snúast sannleikan náttúrun og heiminn fremur en hæfni sem nemendur öðlast með námi sínu. Námskrá sem tekur vitsmunalegar dygðir alvarlega getur þurft að innihalda markmið sem snúast fugla heiminsins og liljur vallarins ekki síður en hæfni nemenda. Ef skólinn kemur heiðarlega fram þurfa þessi námsmarkmið að gilda jafnt í orði og á borði. Ég þakka þeim sem hlýddu.